Velkomin, þetta læknaskurðlæknir Freyr Gauti Sigmundsson. Hann ætlar að halda hérna fyrirlestur meinverk frá sjónarhóli hryggskurðlæknis. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Og takk fyrir að ég fékk koma hingað og halda fyrirlestur. Ég held að þessi fjórða skiptið því ég alltaf plataður í þetta af Jónasi. Já, ég var svona að velta fyrir mér hvað ég ætti að tala í dag og það hugsaði ég kannski hvað eru mestar breytingar, hvað mest að breytast í mínu fagi og ég starfa í Malmö á stóru háskólasjúkrahúsi þar sem við erum með upptökusvæði fyrir 2,5 milljón og þar eru nánast daglega, oft á dag spurningar meinvörp í hrygg og hvað á maður að gera og hvenær og hvernig og það er kannski það sem okkur finnst einna erfiðast og erfiðast kannski ákveða hvað við höfum að gera og það hefur gerst ýmislegt síðustu ár sem hefur breytt stöðuna ansi mikið og talar fyrir því að við eigum kannski að vera meira aktífari en við höfum áður verið og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því og svo eru smá spurningarstund á eftir, ef ég skil rétt. Meinvörp í hrygg eru algeng vandamál fyrir mig sem sé mikið á þessum myndum og er í samstarfi við krabbameins- og geislalækna. En málið er það að meinvörp í beinagrind eru afar vanaleg eða koma ofta fyrir. Það er þannig að þessi krabbamein sem eru algengust, það er krabbamein í brjóstum og í blöðruhálskirtli og þau hafa tilhneigingu til að meinvarpast í beinagrindina og við ortopedar við sjáum ansi mikið af þessum sjúklingum sem eru að fá patológisk brot og eru með verki og en af öllum þeim sem eru með meinvörp í beinagrindinni þá eru 60% sem fá þá meinvörp í sjálfan hrygginn og í hryggnum finnst náttúrulega eru taugar og maður getur fengið þá hryggbrot sem geta valdið miklu verkjum. Einnig geta bara meinvörpin í sjálfu sér valdið verkjum en þegar maður er með kannski lítiska metastasa í baki þá getur það líka valdið patológiskum fraktúrum og miklum verkjum. Þannig að þetta eru stór vandamál fyrir sjúklinga og krefjast oft mikilla og sterkra verkjalyfja. Síðan er það þannig að og það er oft þegar við erum kallaðir til að þá er það þannig að þessi meinvörp vaxa inn í hrygginn eða í spínalkanalinn og þar er náttúrulega mænan sem getur orðið fyrir njaski og er viðkvæmt líffæri og þá kemur það fyrir að við þurfum þá að gera bráðaaðgerð til þess að bjarga starfsemi kroppsins að fólk getur ekki áfram gengið og hreyft sig. Þannig það er þá sem oftast tala við okkur, sko. Og þetta eru algengustu meinvörpin, það er brjóstakrabbamein og blöðruhálskirtilskrabbamein á að standa þarna og lungnakrabbamein, nýrnakrabbamein og skjaldkirtilskrabbamein og blóðmergsæxli. Og ástæðan fyrir því að ég kannski er að ræða þetta við ykkur núna er það að það hafa verið mikla framfarir í krabbameinslækningum. Meira að segja ég sem ortoped veit það og nýlega þá voru veitt Nóbelsverðlaun einmitt í þessum fræðum og það var vegna þess að þessar rannsóknir hafa leitt til nýrrar meðferðar við krabbameini og þá voru menn að ráðast á einhverja viðtaka því sem þessi krabbameini eru einhverja viðtaka og þá getur maður sem sagt meðhöndlað með einhverjum ónæmislyfjum og þetta hefur verið efni leiðara í mörgum læknablöðum hér í Norður-Evrópu eftir þeir fengu Nóbelsverðlaunin og það er að gerast mikið á þessu sviði og kannski alveg þannig að krabbamein er að verða í sumum tilvikum krónísku sjúkdómur sem ætti að meðhöndla. Hérna er Örvar Gunnarsson sem skrifaði þetta leiðari í læknablaði, hann var liðtækur knattspyrnumaður í KA hér árum áður. Kannski enginn sem man eftir því. Og hérna er bara sýna einhver dæmi þetta. Hérna er þetta drift sortuæxli og þessi nýju lyf þau hafa alveg gríðarlega áhrif á lyfin sjúklinga, það sem kannski ekkert mikið var hægt að gera áður, þau lyf sem áður var hægt að sem voru til staðar, voru ekki eins góð og þetta er lungnakrabbamein
sýnir einnig að þessi lyf með þessi skrýtnu nöfn, þau hafa mikil áhrif á lifun sjúklinga. Einnig er það þannig að mörg krabbamein þau sýna á yfirborði sínu ólíka viðtaka og það hefur áhrif á því hvernig hægt er að meðhöndla með þessu lyfjum og á horfur. Og það er kannski áhugavert líka fyrir okkur sem erum ortopedar og við að taka ákvarðanir það hvernig við að meðhöndla, hvað mikið fólk á eftir að lifa og svoleiðis, hvernig þetta allt saman og við þurfum alltaf hjálp hjá krabbameinslæknum til að fá upplýsingar um það. Síðan hafa orðið mikla framfæri líka í geislalækningum og það er þannig að svona nokkra definísjónir þessu, maður í geislalækningum þá skilgreinir maður það sem kallast gross tumor volume, það er það sem maður getur séð og þreifað, og síðan clinical target volume, það er það sem maður telur það að sé æxlisvöxtur í kring en maður sér hann ekki, getur ekki þreifað, og síðan þetta planning target volume, það sem maður þarf að geisla til að geisla meinvörpin. Og síðan fyrst það eitt viðbót sem heitir organ at risk og það er það sem að þau líffæri sem eru í hættu að geislast eða geislast of mikið og í hryggnum er það náttúrulega mænan og taugar sem geta verið orðið fyrir geislaskaða og það er bara hægt að gefa ákveðið mikinn skammt af geislameðferð í hrygginn þess að annars skadar maður smám saman mænuna, þið vitið að geislaskammtar þeir hlaðast upp í kroppnum. Og ný meðferð ný geislameðferð hefur líka gert það að verkum að það er hægt að geisla á minna svæði, það verða innflýgjandi vefir verða fyrir minni skada og það er það sem kallast stereotactic surgery eða stereotactic body radiotherapy og þá getur maður sem sagt geisla miklu minna svæði með við hefðbundna geislameðferð. Og það hefur líka leitt til þess að það er hægt að gera meira og meðhöndla fólk betur heldur en áður var. Og þetta hefur líka áhrif á okkar starf. Þannig hérna erum við og vitum kannski ekki alltaf hvað við erum að gera af því að framfæriðar eru miklar og hraðar. Og hvernig er þetta þá þróast hjá okkur? Það er fyrst og fremst á spurningin hvenær á að gera aðgerð og hvernig. Svona höfum við nú mikið unnið að allt frá því að sjúklingar eru náttúrulega allt frá því að vera einkennalausir. Síðan yfirleitt gerðar rannsóknir á þeim og þá getur maður séð á PET eða MR hversu mikil meinvörp þeir eru með og hvernig og þá er hægt að veita ólíka geislameðferð eða aðra meðferð. En síðan er það þannig að smám saman ef að krabbameinið vex áfram, þá er hætta á óstöðuleika eða hryggbrotum eða það verði æxlisvöxtur að mænunni og þá koma fram taugaeinkenni og það er þar sem við höfum oftast verið að gera aðgerðina, það er þegar fólk er kannski komið með svona smá gúmmífætur með smá einkenni en ekki á mikið. Og þá hefur við gert aðgerð ef að sjúklingurinn þolir það og í þessari strategíu þá eru við 33% látnir eftir 3 mánuði. Þetta er náttúrulega progressífir sjúkdómar og sem maður reyna bara að halda fólki á fótunum eins lengi og hægt er. En það er vandamáli með þetta, bráðaaðgerð vegna þrýstings á mænu. Það getur verið erfiðar aðgerðir, maður er að fara í að óperera æxli við mænuna. Og oft vorum við að gera þetta miðja nótt og það blæddi og þið vitið svona bráðaaðgerðir og þegar maður gerir þetta svona bráðaaðgerðir vegna þrýstings á mænu þá er aukin hætta á varanlegum mænuskaða. Aðgerðin verður lengri og það er meiri blæðing, töluvert mikið meiri blæðing og þá þarf sjúklingurinn fleiri blóðgjafir sem hefur sín áhrif á ónæmiskerfið. Og síðan er aukin hætta á æxlisvexti ef maður er að gera svona intralesional kirúrgíu og síðan lengri dvöl á spítala miðað við að gera aðgerðir í ró og næði og hafa tíma að geta planera það. Það er aukin hætta á fylgikvillum og aukin hætta á að komast aldrei heim. Það er eins og ferðast til Akureyrar. Það er líka möguleiki að komast aldrei heim ef það snjóar mikið. Og þetta er oft stórar opnar aðgerðir sem eru krefjandi fyrir ekki minnst sjúklinginn
og líka skurðlækninn og líftíminn er styttri. Og já, en svona höfum við sko, þetta hérna hefur nú verið notað í þessum hrygglitteratúr til að hjálpa okkur að ákveða okkur hverja og hvernig við eigum að gera aðgerðir. Og það er það sem við náttúrulega kannski mikilvægast, það er þessi Karnofsky skali og það er almennt ástand sjúklingsins. Ef að sjúklingur krabbamein liggur á hjúkrunarheimili og hreyfir sig varla milli rúms og stóls, þá er eiginlega algjörlega vonlaust að gera aðgerð. Fólk kemur ekki tilbaka frá því, sko. En þeir sem eru í nokkuð góðu ástandi, geta séð sig sjálfir eða næstum því séð sig sjálfir, þeir þola aðgerðir og geta haft gagn af aðgerðir. Það er það sem þeir eru Karnofsky yfir 80%. Þeir eru þeir sem við viljum skera. Og síðan er það hversu marga metastasa er í öðrum beinum, í beinagrindinni. Og hversu marga metastasa er með í öðrum innri líffærum, parenkynlíffærum eins og lungum og lifur. Ef fólk er með dreifða sjúkdóma í lungur og lifur þá eru horfurnar ekki sérstaklega góðar. Þá får maður ákveðna punkta fyrir það. Og síðan er það hversu marga metastasa er með í hryggnum sem maður líka gefur í punkta og síðan hvar eða hvernig krabbamein það er. Og þarna hefur við þurft að breyta dálítið því hvernig við hugsum af því að horfur margra krabbameina hafa breyst vegna nýrrar meðferðar. Og það má segja að eins og lungnakrabbamein, ég held að allir þeir sem ég hef gert aðgerðir á lungnakrabbameins hafa bara dáið á nokkra vikna. Og það er svoleiðis sjúklingar þeir sem eru með krabbamein í innri líffærum og eru komin í hrygginn, það er ekki mjög algengt, en þegar það er komið og hefur dreift sér á þennan hátt, þá lítum við oft mjög stuttur. Þannig að ef maður ætlar að fara í einhverja stærri hryggjaraaðgerð þá veit maður gjarnan að sjúklingurinn geti haft einhver lífsgæði eða sé ekki banaleguna með verk í bakinu og hálflamaður. Þannig að það er mikilvægt að velja réttan sjúkling og sum krabbamein eru í lokastigum sínum mjög aggressív og þá er nú betra bara að láta vera. Og síðan er hversu, má segja það ef að sjúklingur kemur inn með lömun vegna meinvarps í baki og það er liðið meira 24 tímar þá er afskaplega ólíklegt að maður fá einhverja funksjón í fæturnar eftir það, þá er það bara seint. Þannig að maður ætlar að gera eitthvað og verðum að gera það tiltölulega fljótlega. Og þessar framfarir í meðferð hafa leitt til þess að maður hefur aðeins að hugsa þetta nýtt og þetta er nokkuð erfið myndkall en fyrir okkur sem stöndum í þessu þá erum við, sjá allir pílurnar eða hvað, þá erum við hér sko og ef að hryggurinn er óstöðugur þá verður maður að hugsa sem svo, já, ætla ég að gera aðgerð og hvernig aðgerð og ég ætla að sýna ykkur hvað við notumst við til að ákvarða það á næstu mynd. Síðan er það þannig að þá gerum við þá oft skurðaðgerð eða þá ef það er einhver mekanískur verkur, þar að segja að fólk er með smá lítil brot í hryggnum og þá er það kannski að gera minni aðgerðir með því að sprauta inn sementi eða setja inn svona stenta eða stóðunet í hryggbólina. Og það er í þessa átt sem við erum meira og meira að fara, það er að gera litlar aðgerðir snemma, það er að gera stórar aðgerðir, stóra bráðaaðgerðir. Þannig að fókusera meiri á lífsgæði sjúklinga og minni verki heldur en stórar aðgerðir og fókusera þá sem sagt bara á að bjarga mænunni. Síðan þegar sjáðu þetta skema er náttúrulega ansi stórt og það er þannig að þú ert með stöðugan hrygg að þá fellur maður hér í þennan klassa og fer þá oftast í geislameðferð. Það er náttúrulega best að veita geislameðferð áður en ef að hryggbólendur eru stöðugir og ekki mekanísku verkir að gefa þá geislameðferð áður en að maður lendir í vandræðum, áður en það vex svo mikið að maður verður lamaður. Það er það sem alltaf er mikilvægast að gera og sannlega besta meðferðin. Skurðaðgerð er alltaf svona síðasta sem maður hugsa sér, því áhættan er nú mest þar. Og svona á þennan hátt reynum við að ákveða okkur. Það er þá þetta kerfi sem kallast SINS, sem stendur fyrir Spine Instability Neoplastic Score og þá graderar maður hrygginn eða metastasana allt eftir því hvar þeir eru og hvernig þeir vaxa. Það er sem sagt, hryggurinn er með nokkur
nokkra staði sem eru sérlega viðkvæmir og það er það sem er á mótum höfuðkúpu og hálshryggs, mótum hálshryggs og brjósthryggs og mótum brjósthryggs og lendhryggs. Það er það sem maður tekur út mesta hreyfingu, það er það sem maður er viðkvæmastur fyrir því að vera með lítiska metastans eða patológiska fraktúru. Og síðan, þetta kemur ég ekki að fara kannski beint nánar í það, en það er líka fyrir eftir því hvernig æxlisvöxturinn er, ef það er lítískur vöxtur með osteolýsu og beintappi eða sklerótist, það getur líka haft áhrif á hvað maður þarf að gera. Og aðrir faktúrar. Svoleiðis reynum við að ákveða okkur og þá getur maður sem sagt graderað þessi vandamál eftir hvort eru stöðug eða potentially unstable, stöðugt eða ekki stöðugt, það er erfitt að ákveða sig og síðan þeir sem eru óstöðug. Og það er á þennan hátt sem við reynum að ákvarða hvernig og hvort við höfum að gera aðgerð ásamt því að reyna að meta þá almennt ástand sjúklingsins og horfur. Ef maður spyr krabbameinslækni horfur sjúklings, þá segir hann aftur að það getur lifað í 2 ár. En það er ekki alltaf þannig, sko, það er ansi erfitt að segja þetta með horfur sjúklinga fyrir alla. Hversu mikið maður á eftir. Og ef maður er með sko slæmar horfur og getur bara kannski 8 vikur eftir lifa, þá er kannski ekki svo gáfulegt að fara í einhverja stóra aðgerð, þannig að síðustu viku lífsins er maður með verki og kannski sýkingu og líður ekki svo beint vel. Og kannski oft betra að láta vera. Þannig að þetta er aðeins að breytast á, hvernig við hugsum sko og þá er það þannig að þá er meiri tilhneiging til að gera þá meiri fyrirbyggjandi aðgerðir fyrir til að hindra þessar katastrófur og bráða aðgerðir. Þegar að hryggurinn er óstöðugur og þegar það eru mekanískir verkir þá er hægt að gera litla aðgerð og hindra að það verði eitthvað vesen síðar og veita síðan geislameðferð eftir það. Einnig er hægt að gera aðgerðir með pínulitlum skurðum, svokallega minimal invasive surgery og þá getur maður veitt geislameðferð miklu fyrr vegna þess að geislameðferð hefur mjög slæm áhrif á húðina. Maður getur ekki gert neina skurðaðgerð fyrr en eftir 3-4 vikur eftir geislameðferð. Það græðir ekki húðin, þannig að ef sjúklingur er nýbúinn að fá geislameðferð, svona conventional geislameðferð og fær síðan patológískt brot, þá getur maður varla gert aðgerð og það græðir ekki. Þannig að með þessari tækni sem maður gerir minni skurði, að þá er hægt að byrja geislameðferð miklu fyrr, kannski viku síðar. Og það gerist ýmislegt á skurðstofunni líka. Það er þetta er ég að gera aðgerð einmitt við svona meinvarpi og það sem við tókum til okkur í Malmö núna fyrir nokkrum mánuðum síðan, það var kolefnisígræði. Og við vorum fyrstir í Svíþjóð til að gera það þegar við byrjaði aðeins í Kaupmannahöfn og það er þannig að til þessar skrúfur og teinar sem við setjum inn til að stabilisera hrygginn, þau geta gert geislalæknunum erfitt fyrir að planera sína meðferð og síðan er þannig að þú ert með mikinn málm í bakinu og gefur geislameðferð, þá verður það sem kallast scattering. Að geislarnir, þegar títanstöð og málmur, þá kastast geislarnir burtu. Og geislameðferðin er ekki eins, kemst ekki eins vel á réttan stað. Þannig að með þessum kolefnis, þið sjáu þeir eru svört svona, þessar skrúfur, það kemur frá Ísrael og þá fara geislarnir beint í gegn. Þá hindra þeir ekkert geislameðferðina og einnig er hægt að gera segulómskoðun á þess að það hafi nokkur áhrif á það gefur engar truflanir. Þannig í vissum tilvikum höfum við verið að nota þetta og við erum byrjað þessu gallinn er að það er mjög erfitt að nota þetta ígræði. Man getur ekki beitt það til. Við veitum að karbon, kolefni er raunverulega stökkefni. Það þolir ekki torsion vel, það þolir axial álag vel. Þannig að það er erfitt að nota það en það er mjög hentugt og margir geislalæknar eru mjög hrifnir af því. Og svona lítur þetta út, þetta er svona aðgerð sem ég gerði svona með litlum skurði sko, þetta var kona með krabbamein frá munni og þá getur maður sett svona stoðnet í hryggbolnat sem halda það uppi og oft er það bara þannig, það dugar ef þú ert með svona patológískt brot og hægt á þetta allt fram til fjandans, þá er oft bara að gera svona aðgerð bara í gegnum, bara með nál og blása upp
og setja sement inn og þá það nú stöðugt og það maður ekki gera eina stóra aðgerð, maður getur hafa geislameðferð strax. Og síðan þessar karbónskrúfur sem maður sér alltaf á mynd, það pínlítið svona títanskala á því til þess að maður sjá hvað maður setja þar inn. Þess að maður verður aðeins að vita hvað maður gerir, sko. Svo ætla ég bara að sýna ykkur svona nokkur tilfelli hvernig þetta þá í praxis. Þetta þá kona sem með þið sjáu meinvarp í L2 hér, lítisku metastasi stór og það sést einnig að það vext á inn í mænugöngin sjáu þið hér og mænutaglið alveg þrýst, alveg sama þrýst og það eru svona káta einkenni og þá gengur ekki bara að taka og opna hrygginn aftan frá, þá verður maður að fara inn og taka burt allt það sem þrýstir að framanverðu. Og það svona, og þá graderum við hana á þessum skala, þessum stöðugleika skala. Hún óstöðug þá og með taugaeinkenni og þá gerum við svona aðgerð með þessum kolefnisstögum og setjum síðan inn svona búr, liftarabúr sem heldur hryggnum uppi og þetta gerir maður frá að hliðið, tekur burt 12. rifbeinið og síðan bara fer maður inn og þetta búr hægt að setja frá 45 gráðum maður er búinn að skrapa allt út og þá setjum maður það inn og þá er maður búinn að taka metastasan meinvarpið frá mænutaglinu. Þannig að geislameðferðin sem maður gefur síðan skadar ekki, maður getur þó planera sína geislameðferð aðeins frá taugunum, skiljiði. Þetta kallast separation surgery, að maður fjarlægir túmormassan eða metastasan frá taugastruktúrunum. Og svona lítur þetta út á og svona rekonstruksjón, þá er búrið þarna svona á skrúðunar, það sér ekkert sjálft stægið sem heldur þessu uppi. Hér er annað tilfelli, eldri maður er mjög frískur, bara með þennan, blöðruhálskrabbamein er náttúrulega dreifður sjúkdómur en hann er bara með þennan þrýsting á conus medullaris, patológískt brot og átti mikið eftir ólifað og hafði svo sem þá ákváðum við að gera stærri aðgerð hjá honum og þá gerðum við svona aftari stabiliseringu og svona búr þar sem að maður tekur burt tyggbolinn aftan frá. Og ég hitt hann síðast fyrir 3 vikur síðan, þá var hann búinn að lifa í 1,5 ár, alveg verkjalaus í bakinu. Þannig að það getur maður, ef maður ekki gert það, þá var hann lamast og verið í hjólastól. Þannig að það er oft mikið að vinna ef horfurnar eru góðar. Hérna er líka 58 ára maður sem var bara hjá okkur daginn, dreift sortuæxli og sortuæxli er mjög svara illa geislameðferð, lömunareinkenni og hérna gerðum við aðgerð þar sem hérna sjáum við meinvarpið og brotið og vext hérna báðum megin og brot sem kemur hérna inn í að mænunni og hann er bara að lamast. Þá gerum við aðgerð sem tókum burt rifbein og settum inn þessar skrúfur og svona búr. En það sem gerist eins og stundum ef fólk hefur fengið geislameðferð áður, þá er mikil hætta á sárvandamálum, sérstaklega þarna uppi. Og það er það sem getur gert og þessi skurðaðgerðir við metastössum. Ef það sérstaklega búið að beita aðra meðferð, nýja meðferð eða geislameðferð, þá geta orðið svona sárin gróa ekki og þá er sjúklingarnir illa staddir, þá þarf að meðhöndla það krónískt og gefa sýklalyf og kannski undirþrýstismeðferð í langan tíma á eftir. Og þetta er oft vandamálin sem verða við þessar aðgerðir. Sjúklingarnir eru oft líka með mikinn æxlisvöxt og eru í katabóliskum fasa. Ég sjáðu krabbameinssjúklingar sem eru dreifðan sjúkdóm, þeir eru í katabóliskum fasa. Þeir eru ekki með nóg mikið prótínum til að gróa sín sár og þeir eru þá í vandræðum með þetta svona eftir aðgerðir og geislameðferð. Hérna er annað tilfelli sem sýnir stundum eru þessi meinvörp á mörgum stöðum. Eins og í þessu tilviki þá var þessi kona lamast og hún gekk gat varla gengið og þá sjáum við að hérna uppi er patológisk fraktúra, þetta er mergaxli, það eru lítískir metastasar
og hérna hún að verða lömuð og hérna annar hryggbolur sem alveg horfinn. Þannig í þessu tilviki þá gerði ég svona stabiliseringu frá höfuðkúpu og niður í brjóstrygg og þessi aðgerð mjög erfið fyrir sjúklingina því að þú getur ekki treyft þig sko, svona eða svona. Það er maður að setja höfuðið á rétt. Ef maður festir hann svona þá sér hann ekki hvað það gengur á. Eða svona þá getur hann ekki hort það upp. Þannig að það verður að vera alveg rétt sko. Þannig að maður hafi vísið fram. En það því miður var að gera það. Og þið síðan fara geislameðferð og þá sjáu þið það hvað gerist og síðan meðferð með bisfosfónötum að þá sjáu þið hérna að það komið bein aftur hérna, það gróið bein og hér líka þar sem að þeir voru horfnir hryggbolirnir. Þannig að þessi stöðuleika meðferð bara bjargar taugunum eða bjargar mænunni og síðan hefur önnur meðferð gert að beinin hafa vaxið aftur, þess að gróið aftur. Og að lokum hérna annað. Þetta var nú kona sem var eldri kona en nokkuð hraust og hafði fengið raun og verið alla meðferð sem var möguleg en var ansi stabil og fékk þarna brot þarna upp á C2. Það hátt uppi og ef það hreyfist eitthvað til náttúrulega þá var náttúrulega en maður lifir ekki með, það er ekki sem lifir af þrýsting á mænu þarna hátt uppi þannig að hér gerðum við aðgerð sem að festir hausinn á hrygginn og hún lifði í 6 mánuði eftir það ágætu lífi áður en hún síðan dó af öðrum meinvörpum. Þannig að þennan hátt hægt að sjáðu, ég hafi komið fram á þennan hátt með þessum aðgerðum, þó sem að vera stórar, hægt að auka líf og lífsgæði sjúklinga umtalsvert. Og að lokum þá, þessar framfarir í krabbameinslækningum hafa víða áhrif og ekki minnst fyrir sjúklingana. Og sjúklingar lifa þá lengur með krabbamein og geta þurft þá oftar aðgerðir vegna meinvarpa í hrygg. Og það getur verið ástæða til að gera þessar aðgerðir fyrr í sjúkdómsferlinu en áður til að halda auknum lífsgæðum lengur. Spurningar? Hver staðan hér á landi? Eitthvað verið að gera þessum aðgerðum? Ég veit það ekki, Oddur, ég veit ekki þetta. Ég er bara að vinna á þér. Ég og Bjarki höfum gert svona aðgerðir hans. Þegar það hefur fallið til, þegar við höfum fengið svona tilfelli, þá höfum við gert það. Það getur verið að þessi verið ekki bara líka. Þú vill ekki svara spurningunni? Nei, ég er að reyna að fá þetta. Kannski veistu svarið. Framfarir í læknisfræði náttúrulega, við sem stundum læknisfræði verðum náttúrulega að tilinga okkur framfarir í læknisfræði og það er okkar starf að implementera það sem gerist og er gott. Það fólk náttúrulega á að fá tíma og geta meltað sig og lært þessar aðferðir. Það er það sem við eigum að gera. Já, Sigurður. Já. Þið eru með svona góðan skala og getur komið með svona nokkuð definitíft hvað gagnar sjúklingum og hvað ekki svona samkvæmt þessar rannsóknum en svo er það náttúrulega svolítið sjúklingurinn sjálfur sko hvað er svona ykkar reynsla vilja þeir frekar fara fyrir í þessar aðgerðir eða seinni í þessar aðgerðir eða því að við vitum bara reynslunum er eitt af því sem að sjúklingar óttast allra mest, það er að lamast, alveg saman hvaða sjúkdóma aðrar eru með. Sko, það er þannig að þetta er alveg góð spurning og það er það sem við gerum og á að gera, það er að ræða þetta við sjúklingin. Það getur vel verið að sjúklingurinn sem er með dreift krabbamein viti mjög vel að endurinn nálgast. Og það er kannski þannig að þeir kannski vilja bara fara í brúðkaup hjá vini sínum eða við skýrum barnabarns eða eitthvað slíkt. Og það er kannski eftir nokkra vikur og það er eins sem vilja gera bara, já, ég næ því, þá er ég ánægður. Á meðan aðrir vilja miklu meiri aggressífari meðferð. Og maður verður að ræða þetta við sjúklingum. Vegna þess að stórar aðgerðir geta haft áhrif og ekkert endilega ef að taugaeinkennur er til staðar, þá er ekkert endilega að það verði betra. Þannig maður þarf að ræða þetta við sjúklingum. Það er sjúklingurinn sem eftir að hafa fengið upplýsingar þetta frá krabbameinslækninum sínum og okkur, það er sjúklingurinn sem verður náttúrulega að vera með í að taka ákvörðun það.
Já, ég þakka hvað. Híburnum fróma og blæðingahættur. Já. Eitthvað framfæði í þessu til að drepa þetta? Ja, sko, það sem hefur verið lengi gert með híburnum fróma er það hefur gert emboliseringu. Já. En vandamálið með emboliseringu er það, þú ætti að gera emboliseringu og svo verður að gera aðgerðina innan kannski 24 tíma. En hættan við emboliseringu er að þú lokir á æð til mænunar. Þannig við höfum verið með nokkur tilfelli að híburnum fróma hafa gert stórar aðgerðir, en sjúklingarnir hafa lamast við emboliseringuna. Þannig að núna það hefur líka breyst aðeins í þykjukirkju, þannig að núna erum við með svona lokal fíbrinogen sem við getum notað í aðgerðinni til þess að stöðva blæðingar. Þannig að við gerum aðgerðir, við erum miklu rólegri að gera stórar aðgerðir þar sem blæðir meira, af því við erum með lyf sem getur gefið aðgerðir sem minnka blæðingar. Þannig að en ef þú ert með single metastasa híburnum fróma, þá gerum við stórar aðgerðir, reynum að gera stórar aðgerðir og taka burt single metastasa, ef við getum það. Já, þú finnir dæmum mjög flott á að vera hérna á tímgju, en hvernig svona heildir? Hversu oft koma fyrir alveg katastrófískar sýkingar þar sem það að fjarlægja beinmateriál? Ég myndi segja að við gerum það bil svona 35-40 ári og við erum með kannski, ég myndi segja að 10% þurfum við að reoperera. Það ekki alltaf við þurfum að taka eitthvað út, en það er aðalega það að þetta fólk í svo miklu katabóliskum fasa. Sýkingarhættan er svo stór og þau eru ofta náttúrulega búin að vera á kemoterapíu og ónæmiskerfið bætt. Þannig að ég myndi segja að það sé kannski 5-10% að við þurfum að gera enduraðgerðir. Og það er ekkert lítið, sko. Það er rosalega mikilvægt að velja rétt frá byrjun og reyna að gera það vel frá byrjun. Það kannski ekkert voðalega gott plan B eða þú svona ekki hugsa frá nálega á hálsi. Til dæmis að það upp í hálsinum, sko. Þar er það svæðir alveg sérstaklega viðkvæmt. Þegar húðin er svo, við veitum bara hérna aftanverðið, húðin er svo hvað heitir það, þétt strömm eða hvað heitir það? Strekkt, já, akkurat. Og að skera því það að fá til að gróa og þegar þú ert í lyfjameðferð og geislameðferð, það svæði langerfiðast. En þetta er komplikasjón sem skýrir ekki á allan hátt. Og það verður maður að vita og segja sjúklingunum frá líka ef maður er að fara í eitthvað svona stærri aðgerðir. En áhættan við þessar minni aðgerðir, þar sem við gera sement og net og kannski 4 skrúfur til þess að hindra vandræði, það er miklu betri aðgerðir. Það sem við höfum verið að gera eru stórar erfiðar aðgerðir með hættu komplikasjónum, kannski hálfbakút. Og þá getur það, annars árangurinn ekki stór. Já, takk fyrir þessari. Sko það er svona að sýna þessi tværspurningar. Það er svona að sýna þarna þessi net og skrúfur, þá er að setja svona stafi líka. Já, akkurat. En sem er ekki, Stundum, það þarf ekki alltaf. Ok, stundum bara net og sement. Já, akkurat. En þú veist, þegar maður sér svona sem ekki í kýrúrg, sér alltaf þessar risastóru skrúfur. Já. Sko, verkjaástandið vegna, þú veist, er algengt að fólk sem er verki svo út af því að það er svo mikið af græjum inni sem. Nei, veistu það, þessar aðgerðir, ef þú ert með patológískt brot, að þú stabiliserar það. Sjúklingarnir bara koma upp daginn eftir og segja, wow. Þeir eru alltaf með verk eftir aðgerðir og skurðsárinu, sko. Og það segir, þú verður með verk eftir hnífi minn, segir, en þessi verkur, sjúklingarnir sem erum að gera aðgerðina, þeir geta bara ekki staðið upp. Þá ertu bara, sko, það er ekki út á taugunum, það er út af því að hryggurinn er laus. Og þegar þú gerir þessar stóru aðgerðir og stabiliserar það er alveg gríðarlega árangursrík verkjameðferð. Pediatric population. Það er að gera aðgerð á krakk? Helst ekki, ef við getum komist hjá því. Af því að þá vex hryggurinn áfram og þá er oft hætta á öðrum vandamálum. Þannig að það kemur fyrir en það er mjög sjaldgæft. Það er oftast hægt að leysa það öðruvísi. Það er oftast blóðkrabbamein. Sarkomas, osteoporos. Já, og þá er hægt að leysa það eins og annað. Ólafur? Takk fyrir Gauti, það var skemmtilega þetta. Ég langar aðeins að kommentera á hvað er gert hér á landi. Við erum búin að vera á kannski 10 ár á Landspítalanum. Eitt af því sem maður tekur eftir þegar maður kemur frá Svíþjóð, það er bara miklu minna sem maður sér af túmorhryggjum. Allavega röntgenmyndum með okkur.
eru þínar taugaskáldsugur sem sinna þessu? Nei, ég er bara, hvort að þetta er eitt af því sem að munar milli landa, ég skal ekki segja. Eða hvort að krabbameinslæknarnir halda þessu einhvern veginn fyrir ekki til því. Tala ekki við okkur þetta. En þetta finnst mér vera mjög, eins og segir, þegar ég var í Svíþjóð þá sagði maður eitthvað annað, að minnsta kosti vikulega. Já. Eitthvað svona tilfelli, en það bara er örfá sem ég hef séð. Bara eitt kommentur hérna, ég talaði krabbameinslæknir sem kemur hingað reglulega, hann segir þessi bara mjög tregir til að óperera þetta. Það sagði mér, Já. Þannig að ef þú kemst ekki heim, getur þú bara haft sentri hér. Var enga hóttur. Allir ekki svona. Ef það er enga frekari spurningar, þá bara þakka við kærlega.